Gírar og drif. Einkenni gíra er að þeir geta breytt stærð og eða stefnu krafts. Þeir eru gríðarlega mikilvægir í allri tækni. Venjulega byggja þeir upp á tannhjólum og ásum sem líta út eins og stórar skrúfur. Margar vélar hafa einnig drif, þá yfirleitt með reimum eða keðjum sem geta flutt kraft á milli svæða og breytt stærð kraftanna og stefnu. Á þessari mynd má sjá dæmi gíra þar sem hringhreyfingu er breytt í láréttarhreyfingu fram og eða aftur. Þessi tegund gíra er algeng til dæmis í sætum eða annars staðar þar sem við viljum geta stillt fjarlægðir. Þessi gír breytir stefnu kraftsins en ekki stærð hans. Þessi gír breytir bæði stefnu krafts og stærð hans. Smærra tannhjólið snýst mun hraðar en það stóra. Hér breytist bæði stefna krafts og stærð, stóra hjólið snýst hægar en það litla og þar af leiðandi eykst vegalengdin mjög, en beita þarf meiri krafti á litla hjóli til að snúa því stóra, sérstaklega ef mótstaða er mikil. Þetta er það sem gerist þegar hjól er sett í hærri gír. Það verður þyngra að hjóla en það kemst lengra í hverju fótataki. Eins eru til gírar sem breyta stefnu kraftsins hornrétt á drifhjólið og raunar er fjölbreytileiki allskyns gíra mjög mikill. Í grunninn byggja þó flestar vélar sem nota gíra á þeim tegundum gíra sem hér hafa verið skoðaðar. Reimar eða keðjur gegna svipuðu hlutverki og gírar. Hægt er að hafa áhrif á stærð kraftana með því að tengja misstór hjól með reimum eða keðjum. Og í raun virka reimar alveg eins og gírar að því undanskildu að snúningur hjóla sem tengdir eru með reim eru í sömu átt en gírar ekki.